Góðan daginn gott fólk, býð ykkur velkomin á 43. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldinn í þinghúsinu á Breiðumýri í dag. Á fundinum Knútur Emil Jónasson E-lista, Halldór Þorlákur Sigurðsson E-lista, Jóna Björk Hlöðversdóttir K-lista, Úlla Árdal K-lista í fjarveru Árna Péturs Hilmarssonar K-lista, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir K-lista, Eyþór Kári Ingólfsson E-lista, Arnór Benónísson K-lista, Haraldur Bóasson E-lista og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir og Margrét Hólm Valsdóttir sem ritar fundargerð. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Ég gleymdi víst að setja fundinn en hann hér með settur og við göngum til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá í dag skýrsla sveitarstjóra sem verður flutt hér munnlega til kynningar. Gjörðu svo vel, Ragnheiður Jóna. Takk fyrir, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Í byrjun apríl voru íbúar Þingeyjarsveitar orðnir 1488 og við fjölgað 3 síðan í byrjun mars. Á dögunum var auglýst útboð á 2 leiðum í skólaakstri en við síðasta útboð var frestað að auglýsa þessar leiðir vegna fyrirsjáanlegra breytinga. Eru þær auglýstar nú til 2 ára og tilboð verða opnuð 7. maí næstkomandi. Búið að auglýsa vinnuskólann í sumar og eru umsóknir þegar farnar að tínast inn. Skólastjórar og sviðsstjóri fjölskyldusviðs hafa ákveðið að setja saman eitt sameiginlegt forvarnarteymi fyrir alla skólana sem mun vinna sameiginlega forvarnaráætlun og mun verkefnastjóri á fjölskyldusviði taka að sér að leiða teymið. Einnig hefur sviðsstjóri setið fjarfundi með barna- og fjölskyldustofu forvarnarteymi og forvarnaráætlanir sveitarfélaga. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs sat vorfund Grunnsfélags fræðslustjóra á Laugarbakka í Miðfirði og var þar fjallað helstu verkefni nýrrar miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Síðastliðið sumar þá var auglýst eftir fólki í bakvarðasveit Þingeyjarsveitar. Hugmyndin var að eiga á lista nöfn fólks sem hægt var að fá í smávægileg viðvik, stuttar afleysingar og tímabundin verkefni, jafnvel með stuttum fyrirvara. Viðbrögðin voru þá vonum framar og hefur bakvarðasveitin nýst okkur verulega vel og oft verið leitað til fólks á þessum lista. Og nú teljum við við þurfum að fjölga í þessari bakvarðasveit og höfum auglýst eftir fleira fólki til þess að skrá sig í bakvarðasveitina og skráningar fara fram á heimasíðu Þingeyjarsveitar. Á framkvæmdasviði hafin vinna við skipulag verkefna sumarsins, svo sem eins og hjóla- og göngustígs og undirbúningu fyrir framkvæmdir sem voru settar inn á fjárhagsáætlun. Og núna vinna starfsmenn áhaldahússins að því að færa lager veitna inn í húsnæði á Kálfaströnd en það hefur verið geymt utanhús fram til þessa og við þá framkvæmdir þá léttist á svæðinu fyrir utan áhaldahúsið sem verður þá hreinsað og tekið til í kring þar. Þannig að við ættum að sjá mun fegurra í kringum áhaldahúsi okkar núna á vordögum. Starfsmenn áhaldahússins hafa fundið fyrir vorbyrjuninni þar sem að lagnir hafa verið að bila vegna hitabreytinga og töluvert hefur verið á útköllum hjá veitunum. Og eins og kom fram áðan þá umhverfis- og framkvæmdasviðið að undirbúa framkvæmdir sumarsins og að setja niður viðhaldsáætlunina og það mun framkvæmdirnar og viðhaldsáætlun verður kynnt hér fyrir sveitarstjórn á næstu viku. Sveitarfélagið það hyggst taka þátt í plokkdeginum mikla og mér heyrist nú svona innan allavega raða sveitarfélagsins mikil spenna fyrir deginum. Það verður hægt að fá poka og hanska hjá sveitarfélaginu og hefur það verið auglýst á heimasíðunni og samfélagsmiðlum og við hvetjum sveitarstjórn og íbúa til að taka þátt í deginum og gera sveitarfélagið okkar en fallegra heldur en það Umhverfisnefnd hefur unnið að aðgerðaráætlun byggð á umhverfisstefnu sveitarfélagsins ásamt því að skoða skógrækt með tilliti til landnýtingar og fleiri þátta og þessi tillaga frá þeim kemur væntanlega fyrir sveitarstjórn á næstunni.
og það hefur verið aukið álag á byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa. Þeir finna alltaf fyrir vorin á þessum tíma þar sem kemur aukið álag varðandi fyrirspurnir og umsóknir fyrir alls konar framkvæmdum. Og svo halda áfram framkvæmdir við stjórnsýsluhús og þær ganga vonum framan og það má segja að verkið sé frekar á undan áætlun sem er mjög ánægjulegt. Nýlega var undirritað samningu við verkfall losun rotþróa sem áður hafði verið samþykkt hér á fundi sveitarstjórnar. Það tilraun með notkun moltuvéla í sveitarfélaginu og það 3 fjölskyldur sem eru nú að prófa slíkar vélar og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr þeirri tilraun. Í framhaldinu þarf sveitarstjórn að taka ákvörðun hvernig söfnun lífræns úrgangs verður hagað í sveitarfélaginu til lengri tíma. Það búið að velja stað fyrir Ærslaberg sem á að setja upp á Laugum og var samþykkt í síðustu fjárhagsáætlun og stjórnsýslulundurinn sem á að koma á fót hefur farið sína leiði gegnum stjórnsýslinu og hér til afgreiðslu sveitarstjórnar í dag og það tilhlökkun í starfsmannahópnum að fara að taka þátt í plöntuninni í þessum nýja stjórnsýslulundi. En úttekt á veitum hefur dregist aðeins meðal annars vegna snjóalaga en það hafin gagnasöfnun vegna úttektarinnar og við erum að vona að hún gangi núna hratt og vel fyrir sig þegar snjóa að leysa. Það búið að auglýsa eftir starfsmanni í áhaldahús sveitarfélagsins sem ætlað að sinna fjölbreyttu viðhaldi á eignum sveitarfélagsins en áður hafði starfið verið auglýst en þá náðist ekki að ráða starfsmann. Og það var nú fyrr í mánuðin sem að fulltrúar Þingeyjarsveitar fóru til München á málþing Krafla magma testbed sem rannsóknarverkefni sem fram fer í Mývatnssveit. Verkefnið einstakt á heimsvísu og unnið af vísindamönnum hvaðanæva úr heiminum og stuðningi stjórnvalda allra nokkar landa, þar á meðal íslensku ríkisstjórninni. Í kjölfarið hef ég verið í sambandi við framkvæmdastjóra verkefnisins og skoðað tækifæri fyrir sveitarfélagið sem getur falist í samstarfi við þá. Að undanförnu hefur skipulagsnefnd unnið hörðum höndum á úrvinnslu umsagna vinnslutillögu aðalskipulags. Úrvinnslan gengur vel en ljóst að það sem umfangið nokkuð mikið í ljósi fjölmargra umsagna og fjölbreytileika okkar víðfeðma sveitarfélags þá nú einhver vinna eftir áfram og ekki komið ljóst hvenær endanlegt skipulag kemur fyrir sveitarstjórn. Að undanförnu höfum verið að skoða fyrirkomulag á innheimtu sveitarfélagsins og höfum rætt við innheimtu fyrirtæki og gerum ráð fyrir að ganga til samninga við Motus alla innheimtu fyrir Þingeyjarsveit. Það hefur verið mikil vinna hjá fjármála- og stjórnsýslusviði undanförnu við ársreikning sveitarfélagsins og fyrir sveitarstjórn í dag liggur fyrir tillaga aukafund þann 30. apríl þar sem reikningurinn yrði tekinn til fyrri umræðu. Í ljósi þessa verkefnastjóri sem hefur verið unnið með skjalamál og ýmis verkefni sem tengjast sameiningunni og fleiri verkefni á skrifstofu mun láta af störfum í vor, hefur verið auglýst nýtt starf sem skrifstofu og skjalafulltrúa á skrifstofu sveitarfélagsins. Eins og önnur störf hjá sveitarfélaginu þá möguleiki að vinna þau frá 2 starfsstöðum, annaðhvort úr Mývatnssveit eða héðan frá Laugum. Að venju hef ég setið fjölmarga fundi og ef ég renni örstutt yfir þá helstu, þá áttu sveitarstjórar hér á Norðurlandi Eistla sinn árlega fund þar sem farið var yfir ýmis mál sem snerta sveitarfélögin. Stjórnarfundur SSNE var á sínu stað og fundagerðir þess fundar eru lagðar fram í dag. Ég átti nokkra undirbúningsfundi með ráðgjöfum Arkur sem stýra stefnumótunarvinnu fyrir sveitarfélagið og nú þegar búið að halda 3 íbúafundi þar sem ráðgjafar Arkur leiddu og á fundinum var lagður góður grunnur inn hjá vinnu sem framundan og ber að þakka öllum þeim sem tóku þátt í fundunum fyrir þeirra framlag því að það mikilvægt að fá sjónarmið sem flestra íbúa inn í þessa vinnu. Áfram verður haldið og í næstu viku verður sett í lofti rafræn íbúakönnun og í framhaldinu verða haldið fundir með atvinnulíf og starfsfólki sveitarfélagsins sem og nefndir sveitarfélagsins munu fá erindi frá ráðgjöfum aðkomu að vinnunni. Ég heimsótti Mýsköpun og átti góðan fund með þeim og það var ánægjulegt að sjá kraftinn og metnaðinn sem það er. Það er ljóst að það eru spennandi tímar framundan þar sem hefur mjög gaman að fylgjast með þróuninni hjá þeim.
Ég og formaður atvinnu- og nýsköpunarnefndar funduðum með fulltrúum Arctic Challenge, en í Arctic Challenge eru fagmenn úr matreiðslu, framleiðslu og kjötiðn. Markmið samtakana er að koma fagfólki á Norður- og Austurland á framfæri og stuðla að uppbyggingu fagsins, auk þess að auka samheldni innan svæðisins. Næsta haust hyggst Arctic Challenge standa að pop-up viðburði hér í Þingeyjarsveit, þar sem verður meðal annars unnið með hráefni sem á uppruna sinn hér í Þingeyjarsýslu. Verður mjög gaman að fylgjast með þessu og þetta er áætlað í lok september, þessi viðburður. Ég og oddviti og sviðsstjóri fjölskyldusviðs funduðum með fulltrúum Fjallabyggðar sem farið var yfir stöðun á verkefninu Hátindur 60+ og áfram erum við að ræða mögulega aðkomu Þingeyjarsveitar að því verkefni. Ég satt súpufund markaðsstofu Norðurlands þar sem farið var yfir ýmis verkefni markaðsskrifstofunnar og einnig var fjallað stöðu ferðaþjónustu á nærsvæði fundarins. Við sátum fund með ráðgjaf okkar í skjalamálum og fórum yfir drög að skjalavistunaráætlun fyrir sveitafélagið sem er á lokametrunum og kemur til staðfestingar sveitastjórnar áður en langt líður. Ég satt aðalfund Mývatnsstofu þar sem Arnór Benónísson fékk endurnýjað umboð sveitafélagsins til setu í stjórninni. Ég átti fund með fulltrúum Þekkingarnets Þingeyinga og vegna verkefni sem þau hafa verið að vinna fyrir okkur og snýr að siglu og gíg og framtíðarnotkun þessara staða og verkefnið er unnið með styrk úr byggðaáætlun. Vegagerðin kom hér og hélt fund á Breiðumeyri almenningssamgöngur sem fulltrúar sveitafélagsins sátu. Ég satt fund með ráðgjafa vegna úttektar á brunavörnum Þingeyjarsveitar. Síðan var ársþing SSNE haldið í Mývatnssveit og ég satt það ásamt fulltrúum sveitafélagsins auk þess að sitja undirbúningsfundu í aðdraganda þingsins. Ég satt eigendafund Norðurorku þar sem farið var yfir starfsemin og drög ársreikningi. Í gær var síðan aðalfundur Norðurorku og mun fundagerð þess fundar að ársreikningur koma fyrir sveitastjórn. Ég satt fund með stýrihópi Gaums sem haldinn var á PCC á Bakka þar sem við fengum kynningu á starfseminni þar og fyrirhuguðum grænum iðgörðum. Einnig var farið yfir stöðu verkefnisins og hvað hefur verið unnis frá síðasta fundi. Og ég hvet ykkur til að fylgjast með heimasíðu Gaums. Þar er mikið áhugaverðu efni og þau setja reglulega inn fréttir af verkefninu. Þetta er svona það helsta frá síðasta fundi. Við þökkum Ragnheiði Jónu kærlega fyrir ítarlega og greinagóða skýrslu verkefnin sem að hún hefur verið að sinna á undanförnum vikum. Og við höldum áfram með dagskrána og förum í annan dagskrálið sem er byggðaráð. Á 23. fundi sveitastjórnar þann 27. apríl 2023 samþykkti sveitastjórn samhljóða að tillögu starfshóps stjórnskipulag sveitafélagsins að stofna nýja fastanefnd sveitastjórnar, byggðaráð, samanber bókun fundarins sem hljóðar svo. Í kjölfar sameiningar tók til starfa 9 manna sveitastjórn með undanþágu innviðaráðuneytisins. Til að auka skilvirkni í stjórnsýslu sveitafélagsins vegna aukinna verkefna í kjölfar sameiningar er farin sú leið að skipa byggðaráð. Sveitastjórn metur árangur innleiðingar byggðaráðs að ári liðnu. Samhliða skipun byggðaráðs var sameiningarnefnd lögð niður. E&K-listi hafa hvorum sig metið árangur af innleiðingu byggðaráðs og skilvirkni stjórnsýslunnar. Er það mat meirihluta beggja lista að markmiðum með innleiðingunni hafi verið náð. Og orðið er laust ef einhver kveða sér hljóðs. Haraldur, gjörðu svo vel. Já, oddviti. Mér langar að leggja hér fram bókun sem ég óskapti að verði færð til bókunar. Hún er svona. Fyrir ári síðan var samþykkt að stofna byggðaráð til að bregðast við manneklu á skrifstofu og fjölda verkefna sem ekki komust í ferli. Ákveðið var að endurskoða tilvist byggðaráðs að ári liðnu.
Nú skrifstofan fullmönnuð og verkefni í miklu betri farvegi svo ég tel vægi ráðsins hafa minnkað mikið. Mín reynsla af byggðarráði að þeir sveitarstjórnarmenn sem ekki sitja í ráðinu fjarlægist ákvörðunartöku og má líka því við að sitja á varamannabekk. Ég mæli með því að bætt verði við einum sveitarstjórnarfundi í mánuði sem einnig yrði vinnufundur. Með því tel ég að það muni koma í ljós að byggðarráð verði óþarft og það fylgir því talsverður kostnaður. Ég þó til í að gefa því tíma út árið og við skoðum tilvist þess í byrjun næsta árs. Svo maður búið orð. Ja. Haraldur hefur lokið máli sínu og Eyþór, varst þú ekki að biðja um orðið? Nei, ég var bara... Já, afsakaðu. Þá örlítið með frá oddvita, með leyfi varaoddvita, að já, við það eru auðvitað skipta skoðanir sem sagt árangur og aukna skilvirkni sem var aðal markmiðið með innleiðingu byggðarráðs. Og aðstæðurnar voru einstakar þarna á síðasta ári þegar þessi ákvörðun var tekin. Aðstæðurnar að mínu mati ennþá mjög óvenjulegar. Við erum náttúrulega, það eru 2 ár liðin núna frá sameiningu. Fyrsta árið þá vorum við í kannski startholum en það gerðist ekki, við afköstuðum kannski ekki mjög miklu á fyrsta ári. Þannig að núna erum við orðin afskaplega vel mönnuð, myndi ég segja, í stjórnsýslunni og gríðarlega mikið af þessu stóru sameiningarverkefnum eru komin í bara á mjög góðan veg. En það ekki séð fyrir endan á þessum verkefnum öllum saman því að það líka söfnuðust upp verkefni þarna á þessum tíma sem við vorum illa mönnuð. Þannig að ég er mjög ánægð með virkni byggðarráðs og ég tel að það hafi aukið skilvirknina í stjórnsýslunni verulega. Hins vegar skil ég mjög vel þessa ábendingu frá Haraldi að þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem ekki eru í byggðarráði að þeir fjarlægist umræðuna og það er ekki gott. Þess vegna munum við klárlega boða til vinnufunda sveitarstjórnar og það er líka full ástæða til vegna þess að sveitarstjórn á eftir að taka ákvarðanir í kjölfar vinnu skipulagsnefndar við aðalskipulagið. Sveitarstjórn á eftir að ljúka vinnu með arkur varðandi stefnumótunarvinnuna og ég gæti talið lengi svona upp, það eru bara virkilega stór og mörg mál sem eru framundan, bara skemmtileg verkefni sem krefjast þess að sveitarstjórn setjist niður og ræði málin og taki ákvörðun framhald mála. Þannig tel ég að sé verið að koma á móts við einmitt þessa og virkja í rauninni alla sveitarstjórn meira inn í umræðina. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk. Þó ég greiði atkvæði með tillögu oddvita, þá þýðir það ekki þessi stuðningsmaður byggðarráðs. Ég er það ekki. Byggðarráð að mér finnst óheppilegt apparat. Það að taka mál fyrir í hópi fárra kjörinna fulltrúa á lokuðum fundi harla góð opin stjórnsýsla. Byggðarráð hafði að ég tel þann tilgang að gera stjórnsýslu sveitarfélagsins skilvirkari á meðan mannekla var á skrifstofunni. Núna skrifstofan fullmönnuð og stjórnsýslan að komast á rétta braut. Það má vera að það sé ekki orðið tímabært að afnema byggðarráð eins og oddviti bendir á. En ég vona hins vegar, rétt eins og Halli bendir á í bókun sinni, að með viðbóta vinnufundi sveitarstjórnar að byggðarráð verði með tímanum óþarft. Mér þætti dapurt ef að byggðarráð sem tímabundin lausn breyttist í varanlegan aukapóst í stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nú, svo er ekki. Og þá leggur oddviti fram eftirfarandi tillögu. Í ljósi reynslunar á starfi byggðarráðs leggur oddviti fram tillögu að byggðarráð starfi áfram og að árangur á starfsemi þess verði endurmetinn í febrúar 2025. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Og þá höldum við áfram og það er 3. dagskrárliður. Og það er beiðni endurskoðun vegna tilrauna ákvæðis fjölda sveitarstjórnarfulltrúa. Þann 3. mars 2022 samþykkti innviðaráðuneytið undanþágu fjölda sveitarstjórnarfulltrúa í sameinuðu sveitarfélagi. Undanþágubeiðnin var það að fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa yrði aukinn úr 7 í 9. Undanþágan var veitt til 2 kjörtímabila. Í sveitarfélögum sem hafa færri en 2000 íbúa er gert ráð fyrir samkvæmt sveitarstjórnarlögum að fjöldi kjörinna fulltrúa séu 5 til 7. Í aðdraganda sameiningar hafði verið óskað eftir fjölgun upp í 9 sveitarstjórnarfulltrúa sem ber undanþágu heimild í sveitarstjórnarlögum og var það gert með það að markmiði að fá sem flestar raddir úr hinu víðfeðma sveitarfélagi að borðinu ásamt því að tryggja ákveðna samfellu milli sveitarstjórnar og fastanefnda. Nú, orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Þetta er svo sem á svipum toga og máli hér undan. Við erum svo sem bara að leita að því sem að hentar okkur best. Ég skil alveg þau rök fyrir fjölguninu á sínum tíma að við erum að leitast við að ná til sem allra flestra og við þurfum ekkert heldur að vera endilega feimin við að þreifa okkur aðeins áfram í því og finna svolítið bestu leið. Þetta er svona rétt í framhaldinu. Takk. Knútur hefur lokið sínu máli. Arnór, hvað er sér hljóðs? Já, oddviti, ég tek alveg undir þessa tillögu. Á sínum tíma þegar að fulltrúarnir þeir óskaðu eftir þessu undanþágu ákvæði þá voru uppi hugmyndir annars konar stjórnsýslu fyrirkomulag í sveitarfélaginu heldur en núna og þá voru uppi hugmyndir að sveitarstjórnarmenn yrðu formenn nefnda. Það er þess bara bundið en við vildum þá líka skapa möguleika fyrir sveitarstjórnarfólk sem vildi koma að störfum sveitarstjórnar án þess að þurfa að leggja á sig alla þá vinnu að vera að stjórna nefnd. Það var svona hugmyndin og eins líka í nýju sameinuðu sveitarfélagi að svona reyna að auka möguleikann á dreifingu sveitarfélagi sem er auðvitað alltaf erfitt að stjórna þegar listan í gangi. En þetta var svona tilraunin þannig að ég held að sé alveg rétt fyrir næstu kosningar að hreinsa bara borðið, óska eftir því að þetta undanþágu ákvæði verið dregið tilbaka þannig að menn gangi þá bara að hreinu borði og við stefnum að því að fulltrúarnir verði 7. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem að geta, ég ætla að lesa hérna drög að bókun. Sveitarstjórn stefnir að á þessu kjörtímabili verði lokið við að móta stjórnsýslu og stefnu nýs sveitarfélags og telur þar af leiðandi ekki veigamiklar ástæður fyrir veittri undanþágu lengur en til loka kjörtímabilsins. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að óska eftir því við innviðaráðuneytið að veitt undanþága falli niður í lok kjörtímabilsins og verði samþykktir sveitarfélagsins uppfærðar samkvæmt því fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun eins og það skefið með merki og hún er samþykkt samhljóða. Nú 4. liður á dagskránni í dag. Það er önnur umræða samning Akureyrarbæjar og Langanesbyggðar, Norðurþings, Tjörnefshrepps og Þingeyjarsveitar barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar. Síðustu ár hefur Þingeyjarsveit verið með samning við Norðurþing að sinna barnaverndarþjónustu en samkvæmt lögum breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram
að í umdæmi hverrar barnaverndarþjónustu skuli vera í það minnsta 6.000 íbúar og hefur því Norðurþing farið í samningaviðræður við barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar til að uppfylla skilyrði 6.000 íbúa. Fyrir sveitarstjórn liggur til seinni umræðu drög að samningi barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar á milli Akureyrarbæjar, Langanesbyggðar, Norðurþings, Tjörneshrepps og Þingeyjarsveitar barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar. Samningurinn er tímabundinn og gildir frá 1. júní til 31.12.2024. Er einhver sem að vill kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo er ekki og þeir sem geta samþykkt þennan samning vinsamlegast gefið merkið og hann er samþykktur samhljóða. 5. dagskrárliður var samþykkt meðhöndlun úrgangs í Þingeyjarsveit. Lögð fram til seinni umræðu drög að samþykkt meðhöndlun úrgangs í Þingeyjarsveit. Fyrri umræða samþykktina fór fram á 39. fundi sveitarstjórnar þann 25. janúar. Orðið er laust, ef einhver vill taka til máls. Þetta er síðari umræða. Svo er ekki. Drög að eftirfarandi bókun liggur fyrir. Sveitarstjórn samþykkir samþykkt meðhöndlun úrgangs í Þingeyjarsveit og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu að senda samþykktina til birtingar í B-deild stjórnartíðinda og birta á heimasíðu sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskránni í dag, það er aðalfundarboð frá Nýsköpun e.h.f. Lagt fram fundarboð á aðalfund Nýsköpunar e.h.f. sem haldinn verður föstudaginn 3. maí næstkomandi í fundarsal Berjæja Hótels í Reynihlíð fyrirgefið. Einhver sem vill taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun gefið merki að sveitarstjórn felur oddvita að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. Og það er samþykkt samhljóða. 7. liður, það er aðalfundarboð frá Símey sem er nú lagt hér fram til eingöngu. 8. liður, það varðar sundlaug í Reykjahlíð, skipun starfshóps. Árið 2020 skilaði sundlaugarnefnd skýrslu endurbyggingu sundlaugar í Reykjahlíð. Já, sú sundlaugarnefnd var skipuð af þáverandi sveitarstjórn Skútustaðahrepps. Sveitarstjórn leggur nú til að skipaður verði starfshópur til þess að endurmeta forsendur og uppfæra kostnaðar og rekstraráætlun frá 2020. Og orðið er laust. Ef einhverju taka til máls, Haraldur. Já, oddviti, ég tel þetta vera mjög þarft að við förum aðeins yfir þessu skýrslu og endurmetum það. Þar voru svona rekstraráætlun sem mér fannst ekki vera alveg í samræmi við, áætlaðan, eða hvað minn reiknuð með að myndi koma margir gestir. Þannig að rekstraráætlun var mjög svört fyrir það. Það er líka fleiri þættir sem tel ég þessi mjög gott að skoða. Þannig að ég er bara bjartsýnn á það. Það sjáist kannski til lands ef það verði hægt að endurreisa þessa sundlaug. Haraldur hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, bara í framhald af því sem Haraldur sagði þá tel ég rétt að sem hafa komið fram efasemdir að forsendur skýrslunnar frá 20 séu réttar, að við skipum starfshóp til þess að yfirfæra þar og skoðum þetta nánar
og það svona eðlilegt skref að taka þessum tíma til þess að bara rannsaka. Þetta byggt á réttum forsendum eða ekki? Og það raunar ekkert annað sem felst í samþykkt á skipan þessa starfshóps. Takk. Arnór hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Eftirfarandi drauga bókun liggja hér til skoðunar. Sveitarstjórn leggur til að starfshópinn skipi Haraldur Bóasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson og Ólafur Ragnarsson. Starfsmaður hópsins verður Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs. Sveitarstjóra og oddvita er falið að útbúa erindisbréf fyrir starfshópinn í samráði við hópinn og leggja fyrir sveitarstjórn þann 30.4. næstkomandi. Og þau sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. 9. dagskrárliður, það er sveitarstjórn aukafundur. Sveitarstjórn leggur til að haldinn verði aukafundur þann 30. apríl næstkomandi þar sem ársreikningur Þingeyjarsveitar verður tekinn til fyrri umræðu. Orðið er laust, enginn sem að kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun að aukafundur verði haldinn 30. apríl og að sveitarstjóra verði falið að boða til fundarins í samræmi við samþykktum stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar. Ég sæli að skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 10. dagskrárliður, það er fyrir sveitarstjórn liggur beiðni umsögn tækifærisleyfi frá Ólafi Ingólfssyni vegna dansleiks menntaskólanema í ljóssetningabúð þann 4. maí. Orðið er laust. Ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Drög að bókun verða þá lesin. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við veitt tækifærisleyfi með fyrirvara jákvæðar umsagnir slökkviliðs og heilbrigðiseftirlits en beinir því sérstaklega til leyfisveitanda að sjá til þess að gæsla verði fullnægjandi þar sem hluti gesta verða ólögráða ungmenni. Þeir sem geta samþykkt, vinsamlega skefið merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 11. liður frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis liggur til umsagnar tillaga til þingsályktunar stefnu stjórnvalda uppbyggingu vindorku á Íslandi, 899. mál og frestur til að skila umsögnum er til 3. maí næstkomandi. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk bombast á okkur mál til umsagnar vindorku í viðleitni stjórnvalda við að koma kannski afklæðar í gegn en þessi tillaga til þingsályktunar stefnu stjórnvalda það sem helst hefur verið sett út á hana er sem sagt nýting á B-hluta náttúruminjaskrár sem útilokandi þætti. Hvort þetta snertir okkur beinlínis eða ekki þá auðvitað er þetta í kringum okkur, þetta er partur á landinu okkar og við höfum einhverja skoðun á því en kannski ekki ástæða til þess að vera að koma með eitthvað á þessum stígi málsins. Það eru sveitarfélög sem eiga meiri hagsmuna að geta og hafa tekið ákvörðun að fara í þessa uppbyggingu sem hafa mjög sterkar og góðar skoðanir í athugasemd á höllanum. Takk. Já, Knútur hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóna Björg. Já, oddviti. Þarna er þessi þingsályktunartillaga eins og svo margar aðrar sem til okkar berast og það er kannski stóra hlutverki okkar að takast á við hverjar við skrifum umsögnar og hverjar ekki. Ég hefði lagt til að svo stöddu að sveitarfélagið myndi ekki skilja umsögn enda ekki fjallað vindorkukosti sem eru til dæmis hér. En við ættum að áskilja okkur rétt til þess að fjalla málið á síðari stigum. Sveitarfélagið hefur ekki að svo stöddu markað sér stefnu vindorku heldur. Þannig að ég tel að það raunar ótvírætt.
Jóna hefur lokið sínu máli, Knútur gerði svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk. Það sem ég glemdi kannski líka komin á áðan að að því ég fyrir sveitarfélagsins í stjórn orkusveitarfélaga, samtaka orkusveitarfélaga, þá hafa þau unnið prýðis umsagnir þessi mál. Ég búið að stytta okkur svolítið leiðina með því að vísa bara í þær, taka svolítið undir þær. Með leyfi varaoddvita að þá getur tekið undir með báðum Knúti og Jóni Björgu að þar sem að Þingeyjarsveit hefur ekki sett sér stefnu í vindorku málum, að þá kannski snertir þetta okkur ekki beint og ég vil leggja til að við sjáum ekki ástæðu til þess að senda inn umsögn á þessu stigi málsins og þeir sem að geta samþykkt það gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður nr. 12, hann svipaðs eðlis frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, liggur til umsagnar frumvarp til laga verndar- og orkunýtingaráætlun. 900. mál, frestur til að skila inn umsögn 3. maí og orðið laust. Knútur. Það oddviti sveitarstjórnar fólk. Þetta svona sama meðið, þarna verið að vinna breytingar á lögum verndar- og orkunýtingaráætlun, það sem verið að fókusera svolítið á vindorku og virkjunarkosti og svona aðferðafræðinni í kringum þá og sérstaka málsmeðferð tiltekinna virkjunarkosta, eins og ég segja. Það kannski sama með þarna, við getum hæglega tekið undir ágætt höfusug sem var unnin á vegum samtaka orkusveitarfélaga. Það sem einmitt bent á þetta sama, að það kallað eftir skýrum leiðbeiningum frá stjórnvöldum þetta mál og eins kemur þetta líka inn á þetta hluta náttúruminjaskrár. Þannig sem legg til að við tökum kannski nýtum okkur þá vinnu og tökum undir það. Knútur hefur lokið máli sínu, Arnór gerði svo vel. Já, oddviti, ég tek undir með Knúti að það alveg eðlilegt að við nýtum okkur þá vinnu sem að unnin hefur verið á vegum samtaka orkusveitarfélaga. Því að þetta það þannig að þó ekki stærra sveitarfélag í mannfjölda heldur við erum, að þá erfitt fyrir okkur að vera með það sterkar stjórnsýslu að við getum veitt umsagnir öll þau mál sem til okkar koma frá Alþingi og yfirleitt þeir nú í þvílíkum blóðsprenga. Þetta þarf helst að gerast á morgun allt saman. Hins vegar verðum við að gera okkur grein fyrir því að vindorkukostir í sveitarfélaginu eru þó nokkrir og í tíð fyrrverandi sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar að þá voru komin inn á borð hjá okkur þreifingar vindorkuver, til dæmis á Hólasandi, eins í Víkurskarði, þannig að þetta mun koma á okkur. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir okkur sem sveitarstjórnarfólk að vera búin að móta okkur sýn og skoðun í þessum málum sem allra fyrst. Núna finnst mér eðlilegt að við nýtum okkur þá vinnu sem að samtök orkusveitarfélaga hafa unnið og við tökum bara undir þeirra álit. Það mjög góð vinna sem þarf á ferðinni. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá lagt til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að senda inn umsögn þar sem tekið undir umsögn samtaka orkusveitarfélaga sem Þingeyjarsveit aðili að og þeir sem geta samþykkt það, þess að það gefið merki og það samþykkt samhljóða. Dagskrárliður nr. 13, það fundargerð 19. fundar byggðarráðs og ég ætla að biðja Jónu Björgu, formann byggðarráðs, að gera grein fyrir fundinum. Oddviti, takk fyrir þetta.
var fundargerð 19. fundar sem var haldinn í Kjarna föstudaginn 5. apríl síðastliðinn. Á dagskrá voru 8 mál, ef hann rétt og við kannski bara förum yfir þá eftir hvaða mál eru til afgreiðslu. Þau eru þarna 4, 5 og 8, en bara svo ég fara aðeins yfir það helsta af fundinum að það barst erindi lagt fram bréf frá björgunarsveitinni Stefán þar sem var óskað eftir því að fá aðgang og aðgengi að Klifavegg í íþróttamiðstöð til æfinga fyrir unglingastarf sveitarinnar sem var fyrir almenna félaga og Beðar þakkaði erindi og tók jákvætt í að björgunarsveitin hefði aðgang til æfinga og fól sviðsstjóra fjölskyldusviðs útfærslu í samráði við forstöðumann íþróttamiðstöðarinnar framhaldinu leggja drög fram að samkomulagi. Það var lagt fram bréf frá fjarskiptasjóði, það var svo óskað eftir upplýsingum áform fjarskiptasvæð fyrirtæki opinberra aðalum uppbyggingu ljósleiðara, þetta var lagt fram. Þá kom gestur til fundarins en á 7. fundi Byggðarráðs var fjallað erindi frá ungmennafélaginu Mývetningi þar sem stjórn félagsins lýsti vilja til að taka að sér rekstur á íþróttamiðstöðinni. En þarna kom til fundar við Byggðarráð Anton Freyr Birgisson. Kynningin var afar góð og Byggðarráð þakkaði Antoni fyrir það og þessum áhugaverðum hugmyndum Mývetnings nýtingu á íþróttamiðstöðinni. Og þá lagði Byggðarráð það til við sveitarstjórn að formlegt samtal verði hafið á milli ungmennafélagsins og sveitarfélagsins að kanna mögulega framtíða nýtingu húsnæðisins og leggja fyrir sveitarstjórn. Þetta verður þá til afgreiðslu hér. Þá var jafnframt nýtt ferðin og lagt fram bréf frá Antoni nokkrum Birgisinni fyrir hönd Geotravel þar sem óskað er eftir samtali aðgengi að hesthúsi og Þeistareykjum. Þarna bárust inn á fundinn upplýsingar snjósleðaferðir sem að Geotravel á vegum Antons er með á Þeistareykjum í það bil 4 mánuða vetri eftir aðstæðum, nóvember, desember, apríl og maí og óskaði Anton eftir nýtingu á hesthúsi sem er í eigu sveitarfélagsins tengslu við ferðirnar sem samið hafði verið til reynslu. Og að fenginni reynslu leggur Byggðarráð það til við sveitarstjórn að gert verði samkomulag við Geotravel EHF afnot af hesthúsinu í 4 mánuði á ári til ársins 2027. 7. mál á dagskrá þessa fundar var uppsögn á samningi sveitarfélagsins við orkusöluna raforkusölu. Þetta var ákveðin skellur, en Byggðarráð fól engu að síður sviðsstjóra fjármála stjórnsýslu sviðs að leita tilboða hjá öðrum orkusölu fyrirtækjum fyrir hönd sveitarfélagsins. Þá var stefnumótunarvinna sem að Ragnheiður Jóna fór nú yfir hérna í sinni skýrslu en þar var lagt fram minnisblað frá fundi sveitarstjóra og Arkur tillögu að framkvæmd stefnumótunarvinnunnar sem er nú þegar hafin. Og staðfesti og var gengið frá fundatímum íbúafunda á þessum Byggðarráðsfundi. Það var jafnframt lagt fram, eftir það var lagt fram bréf frá framkvæmdastjóra Mývatnsstofu þar sem boðað var til aðalfundar sem er líka lokið og lagði Byggðarráð til að Arnór Beinarsson yrði fulltrúi félagsins í stjórn Mývatnsstofu og fól sveitarstjóra að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinu. Þá var jafnframt, ég held að þetta sé sama mál og við vorum að fjalla hérna áðan. En þar var lög verndar og orku í nýtingaráætlun, þar var lögð fram umsagnarbeiðni og þar fól Byggðarráð formanni sveitarstjóra ásamt formanni umhverfisnefndar að fara við gögnin og senda umsókn ef ástæða væri til, en það var mat þeirra aðila að gera það ekki. Og þá var dagskrá fundarins tæmd. Við þökkum Jónu Björgu fyrir góða greinargerð og orðið að lausn fundargerðina og Knútur hefur kveðið sér ljós. Gjörðu svo vel. Viti, sveitastjórnar fólk. Má til með að taka þetta sem dæmi það sem að kom þetta fram áðan. Ég man ekki orðandi mótfeður póstgleðina. Það sem við fjöldum á þessum Byggðarráðsfundi var
lagt óskað var umsagnar athugasemdum og sjónarmiðum eftir á fyrir áætlun endurskoðun á lögum. Það var í rauninni ekki til þess að fjallum en okkur áttum við samt boðið upp á að skila umsögn. Þannig að svona dæmi það hvað svona bombarderast mikið yfir okkur. Takk. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls fundargerð 19. fundar byggðarráðs? Svo ekki, þá eru þarna sem sagt liðir 4, 5 og 8 sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Liður númer 4 er erindi frá Mývetningi og sem var vísað til sveitarstjórnar varðandi notkun á mögulega framtíðarnýtingu á íþróttamiðstöðinni og þeir sem að geta samþykkt að afgreiðslu byggðarráðs að fela sveitarstjóra og oddvita að koma á formlegu samtali mögulega framtíðarnýtingu vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt er ein hjáseta. Má bjóða þær að gera grein fyrir? Nei. Halldór Þorlákur Sigurðsson situr hjá en samþykkt með 8 atkvæðum. 5. liður þarfnast líka afgreiðslu sveitarstjórnar, það varðar hesthúsið á Þeistareykjum og þeir sem að geta samþykkt að sveitarstjórn feli sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu sviðs að ganga frá samkomulagi við Geotravel ehf. Afnot á hesthúsinu á Þeistareykjum samkvæmt beiðni, vinsamlegast gefið merki það. Það er samþykkt samhljóða. Og 8. liður, það er 8. liður, það er Mývatnsstofa, afsakið. Boð boð aðalfund Mývatnsstofu, er það ekki rétt? Ég sé ekki alveg þarna efstu línuna. Já, þar sem byggðarráð lagði til að Arnór Benónýsson verði fulltrúi sveitarfélagsins í stjórn Mývatnsstofu og feli sveitarstjóra að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum sem er liðinn, þannig að þetta er í rauninni lagt fram. En samt rétt að fá staðfestingu sveitarstjórnar á afgreiðslu byggðarráðs. Það er þeir sem að geta staðfest vinsamlegast gefið merki. Og það er staðfest samhljóða. Næst á dagskrá er fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar, 11. fundur. Nú það er engin nefndamaður úr þeirri nefnd staddur hér í dag, það er ekki rétt af mér. Þannig að það eru fundargerðir í 2 liðum og þarfnast ekki afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrri liðurinn var áhersluverkefni sóknaráætlunar SSNE, þar sem að nefndamönnum voru kynnt niðurstöður eða verkefni sem voru unnin á vinnufundi auknar fjárfestingar á Norðurlandi eystra. Þessi vinnufundur var haldinn í Skjólbrekku í síðasta mánuði og sveitarstjóri sem sagt kynnti verkefni og niðurstöðu fundarins fyrir nefndinni og síðan var seinni dagskrárliðurinn að var varðandi snjómokstur í Þingeyjarsveit þar sem að nefndin fól sviðsstjóra að afla upplýsinga fyrir næsta útboð, var það ekki rétt hjá mér? Funda með snjómokstusmönnum. Já, funda með snjómokstusmönnum, ásakið. Síðan er það 15. liður á dagskrá sem er fundargerð íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar. Eyþór, ert þú til í að fara yfir þann fund með okkur? Oddviti, ekki atvinnu- og nýsköpunarnefnd, íþrótta- og tómstunda- og menningarnefnd hélt fund þann 9. apríl. Fundargerðin er í 3 liðum og 1 liður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar sem er 1. liður.
Hann fjallar reglur lykilkort í íþróttamiðstöðinni í Reykjahlíð. Þarna vorum við sem sagt að breyta og skýra reglur lykilkortin sem fólk getur fengið. Þetta snýst það að fólk getur fengið aðgang að íþróttamiðstöðinni utan opnunartíma og við erum svona að skýra aðeins reglurnar og við viljum líka fá lögfræði álit á reglunum af því það er ekki, við erum hreinlega ekki viss það hverjir megi fá aðgang að svona íþróttamannvirki eftir lokun og hvort það megi hafa einhvern með sér. En það vonandi skýrist með lögfræði áliti. Við fjölluðum eða réttara sagt að þá töluðum við æskulýðsstefnu og við sem sagt felum verkefnastjóra að safna gögnum stefnur annarra sveitarfélaga varða æskulýðsmál og æskulýðsstarf innan sveitarfélagsins. Og nefndin lagði áherslu á mikilvægi þess að æskulýðsmál séu höfð að leiðarljósi í stefnumótunarvinnu sveitarfélagsins sem nú í gangi. Þriðji liður var ársþing HS Stofn og formaður HS Stofn sendi sveitarfélaginu stöðuskýrslu ásamt upplýsingum breytingar sem eru í farvegi varða tekju hlið íþróttafélaga. En nefndin þakkaði HS Stofn greinargóða skýrslu og upplýsingar og mun í framhaldinu bjóða framkvæmdastjóra HS Stofn á næsta nefndafund til að fá frekari upplýsingar breytingar innan íþróttahreyfingarinnar. Fleira var ekki rætt á þessum fundi. Við fengum einhverju ferðina. Það var einn liður sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og það er liður 1 lykilkort, breytingu á reglum lykilkort íþróttamiðstöðvarinnar í Reykjahlíð. Og eins og Eyþór nefndi að þá er talið rétt að fá lögfræði álit áður en að reglurnar verða samþykktar, þannig að hér er lagt til að feli sveitarstjóra að yfirfara reglurnar og leita álits lögfræðings sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt það, þeir sem það gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsti liður er fundargerð 17. fundar fræðslu- og velferðarnefndar og ég ætla að biðja Ragnhildi Hólm að leiða okkur í gegnum hana. Gjörðu svo vel, Ragnhildur. Já, takk fyrir. Já, það sem sagt voru 6 liðir á þessum 17. fundi fræðslu- og velferðarnefndar. Fyrsti liður, þar var farið yfir skóladagatöl, Þingeyjarskóla, Stórtjarnarskóla og Reykjahlíðarskóla. Þetta er hefðbundin vorverk og lagt fyrir nefndina. Skóladagatölin voru samþykkt og allavega fyrir sem sagt, nefndin samþykkti fyrir sitt leyti, þannig að þeim er bara, já, þau eru bara í góðum málum. Liður 2 var sérstakur húsnæðisstuðningur, endurskoðun á reglum. Þetta er í rauninni, þarna var bara að vera staðfesta fjárhæð sem að nemendur veita skal sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra eða forsjáraðila 15 til 17 ára barna sem leigja herbergi á heimavist eða námsgörðum hér á landi vegna náms fjarri lögheimili. Þarna var verið að staðfesta að þessi húsnæðisstuðningur skal vera óháður tekjum og eignum foreldra eða forsjáraðila og nemi 60% af leigufjárhæð en þó aldrei hærri upphæð en 40.000 krónur á mánuði. Þriðja mál var varðandi hljóðvist í skólum, en þar var lagt fram bréf frá umboðsmanni barna hljóðvist í skólum þar sem skorað er á að sveitarfélög grípi til nauðsynlegra ráðstafana til að bæta hljóðvist í leik- og grunnskólum. Þetta var bara ánægjulegt að fá þetta bréf og gott fyrir alla að leita í kringum sig og athuga hvort það sé ekki allt í standi og nefndin beinir því til skólastjórnenda
að taka stöðuna með sínu fólki hvað þetta varðar, en nefndin beinir erindi til sveitarstjórnar að taka tillit til hljóðvistar við endurbætur og breytingar á húsnæði skóla og mannvirkja sveitarfélagsins. Fjórði liður var endurskoðun greinasviða aðalnámskrár grunnskóla. Í samráðsgátt stjórnvalda er mál nr. 89/2024 endurskoðun greinasviða aðalnámskrár grunnskóla til umsagnar. Nefndin telur ekki þörf að senda inn umsögn endurskoðun greinasviða aðalnámskrár grunnskóla. Þetta er bara mjög mikill tungubrautur. Liður nr. 5, þjónusta við fatlað fólk, upplýsingagjöf. Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála er að fara af stað með frumkvæðisathugun á upplýsingum þjónustu við fatlað fólk á vefsíðum sveitarfélaga. Stofnunin sendir sveitarfélögum bréf þar sem þessi athugun er boðuð. Nefndin lýsir yfir mikill ánægju með þessa frumkvæðisathugun Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Og að lokum 7. liður, það er skólastarfi í Stórtjarnaskóla, en Birna fór yfir skólastarfið. Það hefur gengið vel að það sem hafi vetrarþráttur og óvenjumikil veikindaforföll. Þau á vorin hófu innleiðingu á jákvæðum aga og hafa einnig verið að það er áframhaldandi innleiðing á teymisvinnu og teymiskennslu. Vinna við hönnun á framtíðarhúsnæði Tjarnaskjóls er hafin og gengur vonandi hratt og vel fyrir sig. Þá er hafist handa við endurnýjun á þaki Stórtjarnaskóla. Fagmenntun er mikil í starfsmannahópnum, útlit fyrir að nemendafjöldi haldist svipaðar næsta vetur. Nýlega voru fest kaup á nýjum upplýsingaskjám og í dag, akkurat bara núna, meðan við erum hér, þá er umhverfis- og lýðheilsuþing Stórtjarnaskóla og á því þingi verður Stórtjarnaskóla afhentur 7. grænfanum sem er glæsilegt. Til hamingju með það, Stórtjarnaskóli. Takk fyrir mig. Við þakkum Ragnhildi fyrir góða yfirferð á fundagerð fræðslu- og velferðarnefndar. Orðið er laust fundagerðina. Það gengur taka til máls. Svo er ekki, og með leyfi varaoddvita, þá vil ég bara taka undir hamingjuóskir Ragnhildar til nemenda og starfsfólks Stórtjarnaskóla með grænfánan og bara óskaðum líka til hamingju með daginn og við hefðum trúlega einhver úr okkar hópi, fleiri, ég veit að einn sveitarstjórnarfulltrúi er þar staddur í dag, en við hefðum klárlega fleiri mætt ef það hefði ekki staðið svona á hjá okkur að vera með bókaðan sveitarstjórnarfund. Við skulum fara í afgreiðslu þeirra liða sem að krefjast afgreiðslu sveitarstjórnar og það er 1. liður skóladagatölin, þeir sem að geta staðfest afgreiðslu fræðslu- og velferðarnefndar og skóladagatölum þingeyjarsveitar, vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. 2. liður reglubreytingar varðandi upphæðir sérstakan húsnæðisstuðning og þeir sem geta samþykkt afgreiðslu nefndarinnar þar, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og síðan er það 3. liðurinn sem að varða hljóðvist í skólum. Að þar er lögð til eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingarfulltrúa og sviðsstjóra fjölskyldusviðs að skoða stöðu hljóðvistar í skólum og íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins og huga að bættri hljóðvist við allar endurbætur og breytingar á umræddum mannvirkjum. Og þeir sem að geta tekið undir samþykkt þessa bókun, vinsamlegast gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Næsta dagskrá er fundargerð umhverfisnefndar og það er þannig að það er engin nefndarmaður hér með okkur í dag þar sem að Árni Pétur er á umhverfisþinginu í Stórtjarnaskóla. Þannig að en fundargerðin er í 2 liðum sem ekki þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Annars vegar var farið yfir aðgerðaáætlun umhverfisstefnu Þingeyjarsveitar sem er verið að vinna í og sú vinna heldur áfram. Já, og síðan seinni liðurinn var það var umsagnarbeiðni frá skipulagsnefnd veitingu framkvæmdarleyfis vegna skógræktar í Bakkaseli og Belgsá í Fnjóskadal. Og umhverfisnefnd sá enga meinbugi á því og sem mun skila því til skipulagsnefndar. Orðið er laust þessa fundagerð ef að einhver vill taka til máls.
Það ekki. Þá það 18. dagskrárliður og það fundargerð 24. fundar skipulagsnefndar og ég ætla að biðja Knút Emil, formann nefndarinnar, að leiða okkur í gegnum hana. Oddviti, sveitarstjórnar fólk, nú koma því sem allir hafa beðið eftir. Fyrsti sveitarstjórn leikur til staðfestingar fundargerð 24. fundar. Þar fjölluðum við ýmislegt. Fyrsta mál var beiðni umsögn á umsögnar vegna fyrirspurnar matsskyldu sem var jákvætt vegna þess að það á Þeistareykjum hyggjast menn fara í betri nýtingu og að bæta við einhverju sem heitir toppbóluvirkjanir, einhvern fjandinn, uppsetning á toppbílum. Þetta bara jákvætt og við töldum framkvæmdir aðalega hafa gert og kunni hljóðaði svo að skipulagsnefnd tilur að nægilega vel sé gert grein fyrir framkvæmdinni, umhverju hennar, umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum og telur að framkvæmdin skuli ekki háð umhverfismat að teknu tilliti til viðmiða í öðrum viðaukalaga umhverfismat framkvæmda áætluna. En framkvæmdin hins vegar framkvæmd á byggingarleyfisskyldu og kemur til okkar þar þegar að því kemur. Annar mál á dagskrá var stofnun lóðar undir tækja og smílu og það einnig liður sem þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. Þar búið að grenndarkynna breyting á lóðmörkum og lítilli lóðundu veitumannvirki að Múlavegi 13 og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsbreytingi verði samþykkt í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Síðan fjöllum við deiliskipulagsbreytingu í Goðafossi sem meðar að skapa örugga reiðvegatengingu innan svæðisins og þetta verður kynnt núna og niðurstaða fundarins að skipulagsnefnd samþykkir að kynna deiliskipulagstillöguna samkvæmt 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga. Síðan kemur 4. mál sem lendir í sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Höfði, stígar og áningarstaðir við Ytrivoga, breyting á skipulagi. Þetta erindi frá Umhverfisstofnun þar sem sótt breyting á deiliskipulagi. Breytingi felst í að bæta útivistarstíg frá núverandi skilgreindum útivistarstíg og setja 3 minni áningarstaði við hann. Þetta öðrum slóðum á svæðinu verður lokað og þeir græddir upp. Og niðurstaða nefndarinnar. Nefndin telur ekki þörf á grenndarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem breytingin varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og eða umsækjanda sem Umhverfisstofnun. Og nefndin leggur því til við sveitarstjórn að samþykkja breytinguna samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga. Næsta mál nr. 5 þarfnast einnig staðfestingar sveitarstjórnar beiðni breyting á skipulagi fyrir rannsóknaraðstöðu Geosílíka á Þeistareykjum. Erindi kemur frá Landsvirkjun og byggingu bogahúss við núverandi skiljustöð. Í gildi deiliskipulag Þeistareykjavirkjun frá 2012 og einnig óskað eftir samráði við landeiganda í samræmi við ákvæði lóðarleigusamnings vegna nýtingar landsins í þágu ótengdara starfsemi á vegum 3. aðila. Skipulagsnefnd ályktaði sem svo að hún telur fyrirhugað uppbyggingu í samræmi við gildandi deiliskipulag. Nefndin vísar samráði við landeiganda til sveitarstjórnar. Næsta mál nr. 6 sem heyrir þarfnast líka staðfestingar sveitarstjórnar. Það lögð fram fyrirspurn stofnun lóðar til lögbýlinu Vilmstaðir og fyrirhugaðar uppbyggingar íbúðarhúss fyrir borist hefur umsókn og óformleg umsögn Umhverfisstofnunar Lóðarblaðs og þetta margt jákvætt sem hægt að tína til þó að framkvæmdin sé vissulega á viðkvæmu svæði og því leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að bygginga verði falið að sjá stofnun lóðarinnar þegar tilskilin gögn hafa borist. 7. mál sem þarfnast ekki staðfestingar sveitarstjórnar og snýr að gleði
starfsfólks stjórnsýslunar og tilhlökkunni var að fá að planta trjám sem lögðu fram fyrirspurn frá teymistjóra Grænna skrefa í Þingasveit hvort að kolefnisjöfnunarrittur sé framkvæmdaleyfisskyld framkvæmd og niðurstaða nefndarinnar er að hún telur að fyrirhuguð framkvæmd sé ekki framkvæmdaleyfisskyld með tilliti til umfangs framkvæmdar af varanleika eða áhrif á landslag og ásýnd umhverfis eða önnur umhverfis áhrif. En bendir þó á grein 7.2.2 í byggingarreglugerð runna á lóðum og bara óskum starfsmönnum sveitarfélagsins góðs gengis og ánægjulegra stunda. Mál nr. 8 er þérnast ekki staðfestingar sveitarstjórnar þar sem lögð fram fyrirspurn framkvæmdaleyfi vegna minniháttar slóðagerðar vegna grísjörðar í Fellsskógi sumarið 2024 og 2025. Þarna að ræða vinnuslóða sem að verða stikkaðir við að grísja skóginn og við töldum það ekki. Skipulagsnefnd telur að fyrirhuguð framkvæmd sé ekki framkvæmdaleyfisskyld með tilliti til umfangs framkvæmdar varanleika og áhrif á landslag og ásýnd umhverfis og önnur umhverfis áhrif. 9. liður sem þarfnast staðfestingar skipulagsnefndar er náttúrulega stór mál þar sem lögðu fram óskum að breyta heiti á staðfanginu Víðar 1 óskaður eftir að nýtt heiti verði Víðakot. Þarna spannst skemmtileg umræða og margar skemmtilegar tillögur að nýju nafni koma fram en sem ekki rétt að fjallum hér og miklar skoðanir á þessu. En niðurstaða fundarins er að skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir breytinguna og telur nýtt staðfang samræmast reglugerð skráningu staðfanga nr. 577 frá árinu 2017 og leggur því til við sveitarstjórn að fela byggingarfulltrúa að ganga frá breytingunni. Fleira ekki gert og fundi slítið. Takk. Við þökkum Knúti fyrir þessa góðu yfirferð og orðið er laust fundargerðin í heild sinni ef ykkur vil taka til máls. Arnór, gjörðu svo vel. Já, það er mikið af góðum málum í þessari fundargerð og ég tek auðvitað undir það með formanni að nafnabreytingin í Víðum er stór mál sem snertir stjórnvöld í öðrum sveitarfélögum og rétt að leyfa þeim að gott kenna sig. En ég vil hins vegar taka til máls og fagna því að Landsvirkjun er að leggja í tilraunastarfsemi sem er mjög merkileg. Það sem kallar þetta nýting á bættri nýtingu á gufuaflinu er stór mál. Er alltaf semst að reisa virkjun toppþrýstingin eða fallið á honum á þeim borhónum sem þeir eru fyrir hendi og þeim vélum sem þeir eru fyrir hendi í orkuvinnslunni telja sem en þessum hætti geta tekið út úr þessum 90 megawattum sem verið að framleiða núna 20 til 25 megawatt með nýrri virkjun og sem viðmið getur haft það að ég held að framleiðsla Laxárvirkjunar séu núna 21. Þannig að þetta er stórmál og ber að fagna. Við höfum alltaf verið að leita og ýta á Landsvirkjun að auka og bæta nýtinguna á gufuaflinu. Þannig að þetta eru ánægjuleg tíðindi. Eins eru gríðarlega ánægjuleg tíðindi umsóknir rannsóknaraðstöðu fyrir geoselikan á Þeistareykjum. Það eru stórtíðindi fyrir okkar sveitarfélag sem vonandi getur margt gott leitt af. Þannig að mér er rétt að vekja athygli á þessu, þetta eru stórmál og ánægjuleg. Eins og sem flest sem við erum að fjalla okkur degi í dag. Arnór hefur lokið máli sínu. Er fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá skulum við afgreiða þau mál sem að skipulagsnefnd sendir okkur til afgreiðslu og það er í fyrsta lagi, það er Þeistareykjavirkjun, bætt nýting gufu og orkuvinnslu, beiðni umsögn. Þeir sem geta samþykkt að sveitarstjórn samþykki umsögn skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að senda inn umsögn til skipulagsstofnunar. Vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða.
Annar liður, það varðar umsókn stofnun lóðar undir tækjahús Mílu við Múlaveg 13 í Reykjahlíð og drauga bókun, sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi breytingu á deiliskipulagi þéttbýlis í Reykjahlíð og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa breytinguna í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skeiðamerki. Það er samþykkt samhljóða. 4. liður, það Höfði, stígar og áningastaður við Ytrivoga, breyting á skipulagi. Drög að bókun eru eftirfarandi: sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingu á deiliskipulagi við Höfða og umhverfi Ytrivoga í Mývatnssveit. Sveitarstjórn felur jafnframt skipulagsfulltrúa að auglýsa samþykkta deiliskipulagsbreytingu og birta auglýsingu samþykkt hennar í B-deild stjórnartíðinda. Og þeir sem að geta samþykkt vinsamlega skeiðamerki. Samþykkt samhljóða. Afsakið. Ég biðst afsökunar, ég horfi fram hjá því að það ein hjáseta, þannig að þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Halldór Þorlákur situr hjá, má bjóða þér að gera grein fyrir atkvæðinu. Það er afþakkað. Þá vindum við okkur í næsta lið sem að Þeistareykir, rannsóknaraðstaða Geosílíka. Það er breyting á skipulagi og þarna er leitað umsagnar Þingeyjarsveitar sem landeiganda og draugabókun er eftirfarandi. Fullt samráð hefur verið haft við landeiganda í samræmi við ákvæði lóðarleigu samnings og gerir sveitarstjórn ekki athugasemdir við fyrirhugaðar framkvæmdir. Þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiðamerki. Þetta er samþykkt samhljóða. 7. liður, varðandi umsókn stofnun lóðar í landi Grímsstaða og drög að bókun sveitarstjórnar er eftirfarandi: sveitarstjórn felur byggingarfulltrúa að stofna umbeðna lóð þegar tilskilin gögn hafa borist og þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiðamerki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 9. og síðasti liðurinn sem að óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar og það varðar óskum að breyta nafni Víða 1 í Víðakot. Drög að bókun er eftirfarandi: sveitarstjórn samþykkir að staðfanginu Víðar 1 verði breytt í Víðakot og felur byggingarfulltrúa að ganga frá breytingunni. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skeiðamerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er nú farið að styttast, það er þó ein fundargerð eftir og það er fundargerð 20. fundar byggðarráðs og ég ætla að biðja Jónu Björgu að leiða okkur í gegnum hana. Oddviti. Já, þessi fundur, 20. fundur byggðarráðs var haldinn í Gíg, fimmtudaginn 18. apríl síðastliðinn klukkan 8 að morgni. En það var byggðarráðsfólk flest á leið á Forsting SSNE í Skjólbrekku. Á dagskrá voru 11 mál, ekki einhvern grein fyrir flestum þeirra. Fyrsta dagskrá var varðandi brunavarnir Þingeyjarsveitar en samþykkt var á 39. fundi sveitarstjórnar að fela HLH ráðgjöf að gera úttekt á brunavarnir Þingeyjarsveitar. Haraldur L. Haraldsson frá HLH ráðgjöf kom til fundarins og fór yfir niðurstöðuna og það er tillögur sem þar koma fram og þakkaði byggðarráð Haraldur fyrir greinargóða skýrslu og yfirferð en skýrslan er á þessu stigi trúnaðarmál. Áfram aðeins varðandi brunavarnir að þá var lagt fram bréf frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem var gert grein fyrir að rafræn úttekt hefði verið gerð að starfsemi slökkviliða á tímabil í janúar og febrúar síðastliðnum og þar var send út könnun á stjórnendur og starfsmenn slökkviliða. Markmiðið með úttektinni var að veita HMS innsýn inn í starfsemina í þeim tilgangi að leiðbeinum nauðsynlegar úrbætur samanber lög brunavarnir. Úttektinni er jafnframt ætlað að veita stjórnendur slökkviliða betri innsýn inn í þeirra starfsemi með því að markmiðið að greina tækifæri til úrbóta.
og einnig er lögð fram skýrsla með niðurstöðum úttektarinnar fyrir brunavarnir Þingeyjarsveitar og samantekt fyrir landið í heild sinni og það er bara mat veðurráðs að skýrslan veiti upplýsingar starfsemi slökkviliðs og þeim úrbótatækifærum sem eiga fyrir hendi og felur byggðarráð sveitarstjóra að kynna skýrsluna fyrir stjórnendum í brunavörnum Þingeyjarsveitar. Þriðja mál á dagskrá það var trúnaðarmál og fært í trúnaðarmálabók. Fjórða mál á dagskrá þar var lögð fram tjónmatsgerð vegna tjóns sem varð í Skútahrauni í Reykjahlíð og fól byggðarráð sveitarstjóra og umsjónarmanni fasteigna að yfirfara tjónmatsgerðina og koma með tillögu að næstu skrefum. Þá var lagt fram byggð frá 15 mál á dagskrá. Þá var lagt fram boð á ársfund Norðurorku sem haldinn var á þriðjudaginn síðastliðinn og Ragnheiður Jóna borið í skýrslu sveitarstjóra. En þar fól byggðarráð einmitt sveitarstjóra að setja fundi fyrir hönd sveitarfélagsins. 7. mál á dagskrá þá lá fyrir erindi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra þar sem óskað var eftir samstarfi við sveitarfélagi vegna utankjörfundar atkvæðagreiðslu við forsetakosningarnar sem fara fram 1. júní næstkomandi. Óskað er eftir að sveitarstjórn skipi kjörstjóra til að sinna atkvæðagreiðslu á starfsstöðvum Þingeyjarsveitar og þar bókaði byggðarráð að það veri jákvætt fyrir samstarfi vegna utankjörfundar atkvæðagreiðslu við forsetakosningar og felur sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að útfæra framkvæmdina innan sveitarfélagsins. 7. mál á dagskrá þá var lagt fram boð á aðalfund B-deildar veiðifélags Skjálfandafljóts, það er efri hlutinn af fljótinu að ég tel, sem haldinn var í safnaðarheimili Þorgilskirkju þann 22. apríl síðastliðinn og fól byggðarráð Eyþóri Kára Ingólfsson að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. 8. mál á dagskrá þar var boðað til málþings hafvernd af samtökum verndun í og við Skjálfanda. Þar var jafnframt óskað eftir því að fulltrúi sveitarfélagsins tæki þátt í pallborða málþinginu og byggðarráð þakkaði boðið á málþingi og fól Jónu Björgu að taka þátt í pallborðið fyrir hönd sveitarfélagsins. 9. mál á dagskrá þar var lagt fram bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti þar sem boðaði til samtals við náttúrustofur. Og fer fundinum fram á Húsavík 15. maí næstkomandi og fól byggðarráð oddvita og sveitarstjóra að setja fundi fyrir hönd sveitarfélagsins en í fundboðinu kemur jafnframt fram að allir sveitarstjórnarmenn séu velkomnir. 10. mál á dagskrá því var frestað vegna tímaleysis en þar var lagt fram bréf frá lögreglustjóra Norðurlandi eystra þar sem var óskað eftir styrk til reksturs Bjarmahlíðar og það var reyndar ágætt að þessu var frestað enda bárust byggðarráðsfólki og fleirum mjög greinargóðar upplýsingar starfsemi Bjarmahlíðar á ársþingi SSN og telja að núna höfum við mjög betri gögn og upplýsingar til þess að fjalla málið en að jafnframt var svo lögð fram lokaskýrsla verkefnisins sem að Ragnheiður Jóna nefndi áðan gíg og seglu þekkingarmiðstöðvar sem var unnan þekkingarnetinu fyrir Þingeyjarsveit með stuðningi byggðaáætlun og þakkaði byggðarráð þekkingarneti Þingeyinga fyrir góða vinnu og samstarf. Þá er yfirferðin lokið. Við þökkum Jónu Björgu fyrir þessa yfirferð og orðið er laust fundargerð 20. fundar byggðarráðs ef einhver vill kveða sig hljóðs. Svo er ekki, þá skulum við... Það glemdist að bjóða fólk að tjá sig atvinnur og nýsköpunarþing. Nefnd fundargerðina. Ég biðst afsökunar á því. Já, við skulum bara klára þá byggðarráðið og ég var að fá ábendingu að það glemdist að bjóða fólk að tjá sig fundargerð atvinnur og nýsköpunarnefndar. Þannig við skulum klára byggðarráð og bakka svo örlítið. Já, það er til afgreiðslu, það er í fyrsta lagi ársfundur Norðurorku og þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs þar, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 7. liður, það er kjörstjórar vegna utankjörfundar atkvæðagreiðslu. Tillaga að bókun, sveitarstjórn samþykkir erindi sýslumannsins á Norðurlandi eystra samstarf
við sveitarfélagi vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslu og felur sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að útfæra framkvæmdina. Þeir sem geta samþykkt vinsæla skeiði merki, það er samþykkt samhljóða. 7. liður, B-deild Veiðifélags Skjálfandafljóts aðalfundaboð, þar sem að Eyþóri Kára var falið að fara með atkvæði sveitarfélagsins. Þeir sem geta staðfest á afgreiðslu byggðarráðs gefið merki, samþykkt samhljóða. 8. liður, Hafvernd, pallborðsumræður um lífríkið í Skjálfanda og þeir sem geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs gefið merki það. Það er samþykkt samhljóða. 9. liður, samtal náttúrustofur og drög að bókun að sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs. Sveitarstjórn hvetur jafnframt aðra sveitarstjórnarfulltrúa til að sækja fundinn og þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá ætlum við aðeins að fara tilbaka í fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem var hér númer 14. 14. dagskrárliður. Það voru engin mál þar til afgreiðslu sveitarstjórnar en það fundarstjóra láðist að bjóða fundarmönnum að tjá sig og er það gert hér með. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Ulla Árdal, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Oddviti. Ég ætlaði rétt að stinga hérna inn af því að það hefur verið að tala snjómokstur og að það eigi að kalla þá sem sinna því á fund og undirbúa ný útboð að kannski leita líka til íbúa því að þeir getur alveg komið með einhverjar hugmyndir eða athugasemdir eða hrós eða hvað sem er, eitthvað sem getur skipt sköpun við undirbúning nýs útboðs. Takk. Og við þakkum Úlfi fyrir góða ábendingu. Og þá höldum við áfram með fundargerð dagskrárliðina í dag. Það eru nokkrar fundargerðir sem eru hér lagðar fram til kynningar. Í fyrsta lagi er það fundargerð stjórnar SSNE og það er 61. fundur. Er einhver sem vil taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Öðru lagi stjórn Norðurorku. Það er fundargerð 297. fundar frá 21. mars. Er einhver sem vill taka til máls þá fundargerð? Svo er ekki. Markaðsstofa Norðurlands. Það er lögð fram fundargerð frá 25. mars. Einhver sem vill taka til máls? Svo er ekki. Fundir stjórnar SSNE, það er önnur já, það er 60. og annar fundur stjórnar SSNE sem er lögð hér fram til kynningar. Einhver sem vill taka til máls þá fundargerð? Svo er ekki. Og síðan er það stjórn Norðurorku. Það er fundargerð 297. fundar frá 27. mars. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Síðan er fundargerð svæðisráðs Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs sem hafa haldinn, þetta var 107. fundur frá 11. apríl. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Svo kemur fundargerð frá dvalarheimili aldraðra á Húsavík. Það er stjórnarfundur frá 11. apríl ásamt drögum ársreikningi fyrir árið 2023 sem er hér lagt fyrir og einhver sem vill taka til máls. Svo er ekki. Og síðast er lögð fyrir sveitarstjórn til kynningar ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga fyrir árið 2023. Er einhver sem vill taka til máls hér? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórnarfólk.
kannski bara vekja athygli á því að í þessum ágæta ársreikningi fyrir árið 2023 þá var ákveðið stökk í kostnaði við rekstur samtakanna og aðkeypt vinna, við erum að tala um sem sagt taprekstur upp á 5 milljónir á árinu, en notabenni það voru til 6 í sjóði af því að það hefur lítið verið gert árum saman. Þetta skýrist af því að það er búið að vera meira að gera, það hefur verið meira að gerast og samtökin hafa bæði haldið stefnumótunar fundi og skilað inn mjög góðum gögnum varðandi skattlagningu mannvirkja og það er til þegar það er tekið og vitnað í og það er bara þetta fólk sem þarna starfar af miklu móði bara og ég er bara saklaus áhorfandi þarna líka við sko. Það er mjög öflugt fólk sem er að skila bara mjög góða verki og það veit svo sem enginn hvað framhaldið verður og hvort að þessi barátta muni standa af þessum þunga og þessari mikilli vinnu, en það er alveg viðbúið að við óskað til minni pinning. Knútur hefur lokið máli sínu, það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki og þá er dagskráin tæmd í dag. Ég vil þakka fyrir góðan fund og segi fundi slitið. Og klukkan er 14:46. Þetta